Þá ætlum við að halda áfram með kafla 3 og við ætlum að taka fyrir dæmi 3C1 og 3C2 og þetta verður smá upprifjun af því að við ætlum að fara að tala aftur formerkjatöflur. Þannig að tökum smá upprifjun hvernig formerkjatöflur virka og síðan förum við aðeins í kafla 3 og sjáum hvernig formerkjatöfla er í kafla 3. Formerkjatöfla formerkjatöfla fyrir fall F formerkjatöfla fyrir eitthvað fall F fyrir fall það er best að skrifa hérna fyrir fall F. Þannig að þetta er gamalt sko, þetta er allt það sem við erum búin að gera. Það segir til hvenær fall er neikvætt, jákvætt og jafnt 0. Ok, þetta er tafla, hann að skoðum þennan línurit búin til þessa formerkjatöflu. Ok, og ef við skoðum og horfum bara á þetta fall, ekki að reikna þetta út. Þá viljum við sjá hvenær er það fall jákvætt, hvenær er það neikvætt. Og við sjáum að fallið er jákvætt hérna er fallið fyrir ofan x-ás, þá er það jákvætt. Hérna er fallið neikvætt, það er undir x-ásnum, það er neikvætt gildi og hérna verður þetta aftur jákvætt. Þannig að þetta er cirka about, ef við gerum hérna þessar núllstöðar, þetta er cirka about 0,5 og 3,5, sjáum við það. Hérna er 0,5 og hérna er 3,5, cirka about. Ok, og þegar x er 0,5, þá er fallgildið 0, þá ertu í x-ásnum. Þetta er það sem kallast núllstöð. Og eins, þegar x er 3,5, þá er fallgildið 0. Þannig að hérna eru við bara að merkja hvenær er fallið akkurat 0, hvenær er fallgildið 0. Milli 0,5 og 3,5 þá sjáum við þá fallið hérna niðri. Það er undir x-ás, það er neikvætt og þess vegna ger ég mínus hérna. Síðan þegar fallið er hærra en 3,5 þá ger ég plus. Þegar fallið er minni 0,5 þá er það líka plus. Þannig að þessi hérna tafla hún segir til hvenær fallið er jákvætt fyrir ofan x-ás, hvenær er það að fer í gegnum x-ásinn, þá er það 0, hvenær fer það undir x-ásinn, hérna verður það aftur fyrir gegnum x-ásinn og síðan hérna fer það yfir x-ásinn. Ok, en núna kemur nýja stafið og það sem við erum að gera hérna er við ætlum að gera og því við erum að diffra þannig að við ætlum að finna formerkjatöflu fyrir afleiðu falls. Formerkjatöfla fyrir afleiðu falls það segir til og við erum búin að vera að diffra. Afleiða er ekkert annað en halli. Bara afleiða er halli falls. Er það að stefna niður, eða hallar það upp, eða hallar það beint áfram, það er afleiða. Þannig að formerkjatöfla fyrir afleiðu falls segir til hvenær halli fallsins er jákvæður
neikvæður eða jafn 0. Ok, þetta er nýja stafið. Við erum að finna formeinkatöflu fyrir afleiðu falls. Og við ætlum að taka þetta hérna dæmi og skoða hvernig formeinkatöflan er fyrir afleiðina. Ok, þá þurfum við að horfa á hallan. Núna erum við bara að horfa á hallan, ok? Þannig að hérna er halli er neikvæður. Ok, af því að fallið er að stefna niður á við. Ok, nú akkurat hérna í einu tilteknu punkti þá er hallin hver? Halli jafn 0. Akkurat í þessum hérna einu punkti. Akkurat þarna að þá er fallið að fara úr því að vera neikvætt yfir í það að vera jákvætt. Þannig að fallið er akkurat lárétt á þessum punkti. Og ef að fallið er lárétt, beint til hliðar, að þá er hallin 0. Ok? Síðan á þessu hérna bili, þá er halli jákvæður. Þannig að við getum gert núna formeinkatöflu fyrir afleiðina og sjáuð hvað gerist þá. Þá kemur f diff af x. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta er f diff af x. Þá veit ég að ég er að gera formeinkatöflu fyrir afleiðu fallsins. Ok, og í þessu hérna formeinkatöflu þá vil ég vita hvað þarf x gildið að vera svo að þessi afleiða sé 0. Það er að segja, hvenær er hallin 0? Og við sjáum hérna hallin er 0 akkurat hérna. Þá er x 2. Þannig ef ég set x hérna sem 2, þá er f diffrað 0. Ok? Hvað gerist síðan hérna vinstra megin við tvistinn? Það er þess að hérna þessu hérna bili. Hvað á að koma hérna? Á að koma pluss hérna eða koma mínus hérna? Þá skoðum við bara fallið. Förum hérna vinstra megin tvistinn og við horfum á línuna og segjum er hún að fara niður eða er hún að fara upp á við? Og eins og við vorum að merkja hérna áðan þá segjum við að hallin er neikvæður af því að línan er að fara niður á við og þá kemur mínus þarna. Þegar við erum hægra megin við tvistinn þá erum við hérna hægra megin við tvistinina, já, og þá er hallin upp á við og þá kemur pluss hérna og þá erum við búin að gera formeinkatöflu fyrir fallið. Ok, þannig að fyrsta dæmið það felst í að gera svona formeinkatöflu en ég held að sé sniðugt að taka bara annað dæmi og smá æfingu í þessu. Skoðum hérna formeinkatöfluna fyrir þetta. Það sem við viljum fyrst finna, hvað er x-gildið þegar afleiðan er 0? Og enn og aftur, hljóma svo bilið plata. Afleiðan er hallin. Þannig að þetta f diff af x, það þýðir bara halli. Hvenær er hallin 0? Hallin er 0 akkurat hérna, þessum hérna punkti. Hallin er 0 í þessum hérna punkti. Og hallin er 0 í cirka bát þessum hérna punkti. Akkurat þarna að þá er línan lárétt. Og hvað er þetta? Þetta er x er mínus 2. Ég skrifa hérna mínus 2. Og þá er f diff af hallin 0. Hérna er 1. Og þá er hallin 0. Hérna er x2. Hallin er 0. Ok? Síðan þarf ég bara hérna að merkja pluss og mínus hérna á milli. Og hérna hægra megin við 0 og vinstra megin við 0. Þannig að byrjum bara hérna. Vinstra megin við mínus 2. Hérna er mínus 2 og ég er vinstra megin hérna við. Þá spyr ég mig bara er línan að fara niður eða er hún að fara upp? Hún er að fara niður. Ok, mínus hérna. Milli mínus 2 og 1. Það er þetta hérna bil. Og þá er línan að fara upp á við.
þá kemur pluss og milli 1 og 2 það er hérna, þá er línan að fara niður við, fara mínus og hérna hægra megin 2 er þetta pluss. Og sjá, þetta meikar alltaf sens, þetta er sikkvort. Mínus, pluss, línan að fara niður og hún fer upp, fer niður, fer upp. Svissast svona upp og niður. Ok, þannig þá hafið þið þarna nægilegar upplýsingar til þess að gera dæmi 1. Við ætlum að fara í dæmi 2 og þá er að finna núllstöð afleiðu. Þá ætlum við að reikna hana. Áðan vorum við bara að sjá það út frá línuritinu. En nú ætlum við að reikna núllstöð afleiðu. Ok, þannig að segjum að við erum með fall sem er svona x í öðru mínus 4x pluss 1. Þetta er fallið. Þannig að byrjum að því að finna afleiðuna. Ok, það er þá f-diffrað. Ég diffra í x í öðru. Ég tek veldið, það kemur fyrir framann. Og veldið lækkar úr 2 niður í 1. Það er bara svona. Mínus 4x verður 4. Pluss 1 verður bara 0. Þannig að við erum komið með afleiðuna. Nú ætlum við að reikna út núllstöðina. Og núllstöðin er þegar hallinn er 0. Það er að segja f-diffra er 0. Þá getur ég sagt þetta er bara 0 sama sem 2x mínus 4. Þá er ég komið hérna einhverju jöfnu. Og ég get list þetta með því að einangra x-ið. Ég gerir pluss 4 hérna, pluss 4 hérna. Þetta verður sama sem 4 sama sem 2x. Þá deili ég með 2. X er sama sem 4 aðrir sem er sama sem 2. Þá er komið afleiðuna. Ok, þetta er dæmi 2 og þeir eru bara að reikna afleiðunni því og ætti ekki að vera neitt mál held ég.